Hér svona hefðbundin rás með einu viðnámi og einni díóðu. Og við þurfum að vita eitthvað tvennt gegnum hvern hlut. Og hér eru 12 volta spennugjafi yfir þessa rás. Og okkur er gefið upp að það eru 0,3 ampere sem flæða hér inn í viðnámið. Þá eru líka 0,3 ampere hér, 0,3 ampere hér. Öll rásin er alltaf með sama straum. Allar lokaða rásir hafa sama straum allstaðar. Allstaðar 0,3 ampere, sem er sama 300 milliampere. Við erum að finna stærðina á R1. Og við vitum að þegar díóðan, þegar hún leiðir, þá falla yfir hana hérna 0,7 volt. Þannig að spennan hér yfir díóðana, hún mælist 0,7 volt með voltmæli. Hér eru 12 volt, þannig að spennan hér yfir er það mismunurinn. Hér yfir eru 11,3 volt yfir viðnámið. Við vitum spennur yfir viðnámið, við vitum ströyminn í gegnum það. Þannig að R1 er bara I deilt upp í ströym og spennan yfir viðnámið er 11,3 volt, ströymurinn 0,3 ampere, það var ampere hérna. Og þá fáum við 37,7 ohm. Þetta módel þurfum við alveg að hafa á hreinu, hvernig þetta er gert. Og muna sérstaklega það er sami straumur allstaðar í gegnum alla rásina. Við gefum upp að hér er einhver straumur, þá var hann hér líka og gegnum rafhlöðuna að strömbennugjafann. Og spennan yfir díóðana er alltaf 0,7 volt. Samanlög spennuföll í rásum eru heildarspennan. Ef það verður annað viðnám hér, þá er spennufallið hérna og þá er það líka 12 volt. Samtal spennuföllin öll eru alltaf 12 volt. 11,3 + 7 eru 12. Þetta er útskýring á hefðbundinni rás. Já, hér er rás þar sem að við erum með þær díóður og þær snúa sitt og hvað. Hér er plúsinn. Stóra línan er alltaf plús, þessi mínus. Og við veitum að plúsinn kemst í gegnum díóðana, þannig að strömming getur farið hér og hér. Hann kemst ekki hérna. Þessi rás er ekkert með, hér fer ekki strömmur í gegn. Það er bara X-a hann út. Nú, við erum að finna stærðina, við erum að finna hérna spennurnar yfir þessi viðnám og strauminn í rásinni. Við vitum að spennufallið yfir díóðana er 0,7 volt. Hérna, hér yfir, 0,7 volt hérna. Hér er 24 volt, þannig að þá er eftir til skiptana 23,3 volt. Og þau skiptast jafnt á milli þessara tveggja viðnáma hérna. Þannig að spennan hér yfir er 23,3 deilt með 2, sem er sama spennan hér yfir. 23,3 deilt með 2, 11,65 volt hérna. 11,65 volt er spennufallið yfir þessar mótstöður hér. Hún er 500 ohm og þá segjum við hérna I, þetta er R1 hérna, R2 og R3, I R1, straumurinn hérna R1 er 11,65 volt deilt með 500 ohm, 11,65 volt, 0,0233 ampere. Þetta eru cirka 23 milliampere sem fara hér til þessar rás hér. I hérna er 23 milliampere og þau eru líka hér, þau eru líka hérna, hér eru 23 milliampere, hér niður hérna. Hér fer ekki neitt niður. Þessi díóða snýr í hindrunarátt og hér er engin straumur niður. Þetta er svona hefðbundið rás. Eitthvað gefið og því að finna restina og þið þurfum bara að muna að þetta er spennudeilir 24 volt hér, spennufallið hér yfir pluss spennufallið hér yfir pluss spennufallið hér yfir er 24 volt. Þannig hér er 0,7 volt, hér er 11,65, samtals 24 volt. Takk fyrir.